Já, góður hlustendur, velkomin við Rauðaborðið á þessu 15. kvöldi, þessu vorkvöldi. Það vor allavega hér í Reykjavík, bjart og farfuglarnir eru komnir. Þeir eru ekki að vera í sóttkví, þeir eru bara komnir út í garð og láta eins og ekkert sé. Kippa sér ekkert upp við hvorki koronaveiruna né kreppuna sem að leggjast yfir okkur og raska okkar hugmyndum og okkar plönum. En við ætlum að við Rauðaborðið eins og önnur kvöld að halda áfram að ræða þá spennandi tíma sem við lifum og hingað til þess að gera það eru komin Sanna Magdalena Mörtudóttir sem borgarfulltrúi sósíalista í Reykjavík, Ísold Uggadóttir, kvikmyndagerðarkona og Kristinn Hermannsson, félagsfræðingur sem búsettur í Glasgow. Og við höfum ekki fengið fólk við þetta borð sem býr í Skotlandi áður, þannig ég ætla bara að spyrja hvað að frétta af Skotlandi, hvernig hefur veiran leikið ykkur og kannski aðgerðir stjórnvalda? Þakka fyrir ykkur Smári. Gaman að geta vilt á mér heimildir sem félagsfræðingur. Ég félagsfræðingur en mikinn áhuga á félagsfræði og vinn með mörgum félagsfræðingum. Gaman að vita að maður fann að smella inn í það mót líka. En svona fyrir kannski eftir í svolítið á hvaða stigi við erum að horfa á málið, hvernig svona COVID-veiran hefur gengið yfir sig hér. Alltaf var gripið til aðgerða hér svona frekar seint að mörgum þótti og þetta samanburður til dæmis við viðbragð á Íslandi, þá virðist viðbragð á Íslandi hafa komið miklu meira upp úr fagstéttunum og það voru svona ákveðin kerfi, svona sjálfvirkt kerfi sem fóru að taka við og fara að loka hjúkrunarheimilum og svo framvegis. Hérna einhvern veginn var beðið meira eftir svona einhverju miðlægu útspili og síðan hefur það gengið yfir og kannski merkilegt í rauninni hvað samfélaginu hefur tekist að laga sig vel að þessu. Allt í einu fólk farið að vinna heiman sem var bara það verið ekki umræðu áður en þetta skall allt á. Og þá náttúrulega fyrir ákveðnum greinum bara virkar hlutirnir ágætlega en það svona, þetta varpar náttúrulega ljós á ýmis kannski undirliggjandi vandamál sem voru farin að grassera áður en þetta skall á og svo kannski varpar þetta líka svolítið ljósi á svona ósýnilegar stéttir sem svona fólk hefur kannski tekið svolítið sem gefna og hefur mætt mikið á í þessu eins og til dæmis fólki í umönnunargeiranum sem eru kannski svona ósýnilegir hluti heilbrigðiskerfisins. Læknarnir eru hetjurnar og kannski fólki á sjúkrabílunum en það svona bakvið tjöldin er fólk í láglaunuðum umönnunarstörfum og það hefur tekið mjög á því í þessari krísu. Það hafa komið upp mjög erfið mál hérna á hjúkrunarheimilum og hefur rauninni komið í ljós hvað þessi hjúkrunarheimili eru illa í stakk búin, undir fjármögnuð, undir mönnuð, það ekki til rétti hlífðarbúnaðurinn og starfsfólk á þessum stofnunum hefur svona þurft að taka málin svolítið í sínar eigin hendur og improvisera og ég held bara svona, tekið mjög að vinna mjög erfiða vinnu. En má ég aðeins spyrja stjórnmálin í Bretlandi og í Skotlandi svona undanfarin misseri hafa verið mjög svona mikla deilur, Brexit klauf Breta og sjálfstæðisbarátta Skota síðan að reyna, klífur líklega Skota líka. Hvernig hefur þetta ástand bæði kannski faraldurinn og svo kannski kreppan sem vitað að við erum að fara að ganga inn í? Hvaða afleiðingar hefur það fyrir þetta? Eru menn að segja að þetta enn einn sönnunin að Brexit var rétt og þetta enn einn sönnunin að nú verði Skotar að verða sjálfstæðir? Er þetta notað til þess að ýkja upp gömlu stjórnmálin eða hafa þau vikið svolítið í bili fyrir kannski öðrum áherslu? Ég held í þeim skilningi að þessi svona umræðu farvegir eru svolítið þurrir í augnablikinu. Það að segja að ræða sérstaklega Brexit eða ræða sérstaklega sjálfstætt Skotland og svo framvegis, en ég held að þessi svona langtíma öflin, þau halda áfram að krauma undir niður. Þetta náttúrulega búið að vera svolítið sérstök stemming hérna og það náttúrulega Boris fær þessa ofsalega fínu kosningu og það svona, ég fekk náttúrulega alveg frábært
svona frábæra hveitibrauðsdaga og stjórnmálin eru svo ójöfn, þú ert með svo ofsalega áróðursvél sko, sem hliðhóll íhaldsflokknum sem vinnur í gegnum dagblöðin og síðan þetta tekið aftur upp í sjónvarpsstöðvunum og BBC svolítið gelt og það þessi hugmyndum að það alltaf að gæta hlutleysis og svo sér maður til dæmis eins og í fréttunum á Sky þegar þeir kalla inn blaðamenn sko, þá reglan að þeir taka svona venjulegan þriðjuleiðar hægrimann og svo taka alltaf einn ultra hægrimann og það svona jafnvægið hjá þeim sko. Þannig að það rauninni upphafspunkturinn, þessi ofsalega sterka staða Boris Johnson. Hann náttúrulega hann raunverulega bara dó úr koronaveiru og reis upp á 3. degi, þannig hann eiginlega kemur úr gegnum þetta bara eins og frelsarinn kannski hans persóna, ég held samt það hefur orðið eitthvað rof sko. Og það verður svolítið forvitnilegt held ég að sjá kannski á næstu vikum hvernig spilast úr þessu. Ég held að við gengi mjög fram af almenningi hversu ríkisstjórnin hélt illa á spilum í sambandi við viðbrögð við COVID-málunum og líka bara hvað kerfið var illa undirbúið. Það kemur í ljós að neyðarbirgðirnar af sjúkravörum, þetta hefur verið einkavætt, þetta í eigu fyrirtækis, þetta rekið fyrirtæki sem að maðurinn sem á fyrirtækið, að hann hefur gefið mikið peningum til íhaldsflokksins og svona í þeirra tengslanetti. Þannig að þetta viðbragðskerfi sem átti að vera til staðar, það var ekki eins sterkt og þetta svona, sumir hafa sagt sko að Brexit hafi verið viðbragð við einhverju svona minnumáttarkennd sko, Bretum leið ekki alveg vel í sálinni og þurfti að fá að rasa út einhvern veginn og ég held að þetta hafi ekki bætt úr stöðunni. En svo svona mótviðbragð sko, áróðursvélin hún á fullu og það breyttist mjög tónnin í umfjöllun. Þegar COVID byrjar í vetur, þá þetta bara vandamál í útlöndum og svo kemur þessi bylgja á Norður Ítalíu. Þá þetta mannleg krísa á Ítalíu. En svo Bretland í rauninni að sko ganga í gegnum verri krísu heldur en Ítalía í samkvæmt allri tölfræðinni. En tónni núna allt annar og við tölum sko hetjurnar í heilbrigðiskerfinu og fáum bara svona línuna frá svona daglegum fréttamannafundum. Þannig að það svona svolítið barátta þjóðarsálina, hvernig þetta verður túlkað og svona hvert reiðin fer. Og kannski óljós hvað einhver andstaða getur fótað sig í þessu umhverfi. Það nú eiginlega sama hérna á Íslandi að þetta svolítið einhliða fréttaflutningur Ríkisútvarpsins að aðgerðum stjórnvalda og það eiginlega hvergi svona pláss fyrir gagnrýni eða andstöðu eða óánægju með þá stöður. Nei, það kannski frekar sko að það svona möguleika stjórnvöld klúðri þessu og það voru einhverjar vísbendingar það daginn og svona álitskjá voru að segja sko það var jafnvel að opna smá sko deila innan hægrisins þegar að Rupert Murdoch og einhverju menn í kringum hann voru farin að gagnrýna Boris þegar þeir vildu koma Michael Gove á framfæri sko. Þú veist þannig að það frekar líklegt að stjórnarandstaðan komi úr einhverju svona innanhúsdeilum heldur en að kannski utanfrá verkamannaflokknum með annars staðar. Ísold, ég ætla ekki að gera þig að fulltrúa einhverjum samfélagshóps en þú tilheyrir listafólki og kvikmyndagerðarfólki sem að margt svona á mörkum hins skipulagða vinnumarkaðar. Fólk sem að vinnu verktakavinnu og tekur svona sirpur og þó svo að kórónuveiran sé ekki að mannavöldum að þá hefur hann svolítið dregið fram veikleikan í kerfunum sem eru smíðar af mannavöldum og þetta einn af þeim hópum sem að einhvern veginn eiginlega þarf að lifa á loftinu og bara í vindinum. Já, þetta svona, þetta allt verktakar og fyrst þegar stjórnvöld buðu upp á þessi system, þá þetta rosalega mikið með við sko atvinnur veitandinn, þú veist, tilkynnið að þú sett komin í þetta hlutfall að vinnu og alls konar svona, þú veist, eitthvað kerfi sem að við verktakandi við bara eiginlega skiljum þetta ekki og höfum svo langt síðan við kannski verið hluti af þessu þannig að það fóru margir tölvupóstar á milli hópa þess að fólk var að reyna að fóta sig í þessu svona systemi og ég fór einmitt við Vinnumálastofnunar og
mér fannst til dæmis bara að sá vefur vera svona illa hannaður þannig að við svona ykkur svona litlir basic hlutir gætu bara verið betur gerðir en ég gerir mig grein fyrir því að það er mikið að gera og mikið álag og svoleiðis en það er eitthvað svona, já það er pínu flókið að koma úr veruleika þar sem að það er engin skrifstofa sem sér okkur, við erum okkar einn skrifstofa, við erum stundum okkar einn bókhaldarar, þurfum að gera svo margt sjálf en ég er svona aðeins fyrir að taka eftir því að jú, það voru til dæmis að koma átaksstyrkir frá kvikmyndamiðstöð og átaksstyrkir hjá rithöfundasambandinu, þannig að það er svona effort, ég átta mig samt ekki á því hvaða upphæðir í gangi og hvað hver einstaklingur getur átt vona á að fá. Kvikmyndagerðarmenn hafa svolítið núna verið að berjast fyrir því að komast á að geta sótt listamannalaun, því það er þá einhver tryggð afkoma í einhver tíma. Við höfum verið svo mikið í þessum styrkjaveruleika, þar sem að þú kannski leggur mikið á því til að sækja kannski 500.000 krónur, en það getur tekið marga mánuði að bíða eftir svari og allt svoleiðis, þannig að það er ekkert svona gott kerfi til þess að reiða sig á hver mánaðamót. Þannig að það væri í mínum dómi gott ef að við gætum verið í systemi þar sem við vitum kannski 6 mánuði fram í tíman hvernig fjárhagsstaðan verður. En það sem við verktakarnir gerum oft og kvikmyndaheimurinn einna helst er að við tökum að okkur kvikmyndaverkefni sem er kannski 1 mánuður, 2, 3 mánuðir og þá erum við með trygga afkomu í þann tíma. En það sem hefur gerst auðvitað á COVID-tímum er að við erum eins og ferðaþjónusta, það eru verkefnin hverfa, það er þess að töku tímabilin eru horfin. En vissulega er fólk í þróun og þetta að einhverju leyti gagnast einmitt fólki í listum þar sem að það er ekki hægt, þú stendur ekki til boða að fara á tökustað til að afla tekna sem er mjög erfitt fyrir fjárhaginn, en stundum er líka gott að vera píndur til að sitja við skriftir, en það er líka mjög erfitt að lifa af því ef að það er engin stuðningur, en ég sem segi, ég ofta átta mig betur á því hvaða tölur standa listamönnum til boða í þessum átaksstyrkjum, en það er allavega skrifið átt. Ég heyrði á tal listamanna í gær, þá var einmitt þessi tala 500.000 sem var styrkur til hópa að vinna og þau áttu raunverulega að búa sér til vettvanginn til þess að geta sýnt eða komið listin á framfæri líka, þannig að þetta var ekki mér fannst þetta svo hlægileg upphæð að Nei, ég veit það, þetta er eitthvað svona upphæð sem hefur verið kastað kannski til okkar í kannski áratuga svo og 500.000 krónur er bara svo lítils virði í dag, þú kemst svo skammt á þessum peningum og þar má ekki gleyma því að þegar við fáum þessar upphæðir þá þurfum við að borga tryggingagjald og við þurfum að borga lífeyrissjóð og við þurfum að einhvern veginn að greiða af þessu öll gjöld þannig að já, ég get alveg talað fyrir hópinn og sagt að þetta er hark og við höfum treyst á þessi erlendu verkefni og bara kvikmyndaverkefni innanlands til þess að bara lifa af og vissulega og ég get ekki alveg ímyndað mér að hvernig er fyrir þessa sem er í mínum geira sem get ekki leitað í handritstyrki eða get ekki leitað í neina svona sjóði. Þeir treysta fólk sem er í búningahönnuður eða sminkur eða ljósamenn eða hvað eina. Þetta er fólki sem reiðir sig á að það séu verkefni í gangi og þegar það eru engin verkefni í gangi þá náttúrulega engin laun. Og misjafnlega hvernig þær aðgerðir sem hafa verið boðar og kannski byrjar að virka, ég veit ekki. Hvernig það hittir fólk, til dæmis leiðsögumenn hafa lent mjög illa í þessu vegna þess að þeir voru með góðar tekjur síðastliðið sumar en hafa verið mjög litla tekjur frá jólum en það voru miðað við síðustu 3 mánuði og þar eru þeir hafa ekki rétt á atvinnuleysisbótum og verða raunverulega bara að fara og segja sér til sveitar hjá sínu sveitarfélagi. Já, ég veit að ég hef ekki alveg náð svona að skoða bókhaldi hjá hverjum og einum en já, þú ert ekki einhvern veginn launþegi, þá ert einhvern veginn svolítið utan þessa kerfis og það er mjög flókið og já, ég skil ekki hvernig fólk
lifir af akkurat þessar mundir og já, þetta bara mjög erfitt ástand. En jú, vissulega á það sem við ferðaþjónustu og við á það við svo marga hópa, þetta er ekki bara listamenn, þetta svo margir, en varpar kannski helst ljósi mitt á það núna, eða svona maður einhvern veginn fer lítur í kringu sig og hugsa svona, ok, manni líður smá þess að maður sé svona óþarfur starfsmaður af því að maður horfir á hjúkrunarfræðinga og horfir á bara alla heilbrigði starfsmenn, maður ber svona einhvern veginn aukna, virðingu fyrir þessum hópum og gerði það svo sem áður, en það verður einhvern veginn, þetta verður svo fólki sem maður virkilega getur ekki lifað á. Og manni líður í smá stund svona, jú, það fólk lifir á þá og ég skrif ekki eitthvað handrit, en já, manni líður pínu sem maður gerir aðeins minna gagn heldur en hóparnir sem hafa ekki verið að hljóta eðlileg og mannsamandi laun fyrir sín störf, þannig að ég hugsa kannski meir til þeirra heila. En Sanna, það skylda sveitarfélagana að sjá fyrir fólki sem ekki getur framfleytt sér. Og í þessum breytingum sem þá vitað, það eru svona ákveðnir hópa sem að detta í gegnum netið, að aðgerðirnar eru ekki sniðnar af þeim og kannski að mörgu leyti skiljanlegt að stjórnvöld geti ekki séð allt fyrir, þau reyna að búa til eitthvað net og það grípur hluta og svo dettur eitthvað niður og þá eru komin nýr pakki til þess að gera það. Ættu sveitarfélögin ekki raunverulega bara að auglýsa það að ef að þú átt ekki rétt á aldursársbótum og ef þú hefur ekki tekjur og ef þú ert ekki á uppsagnarfresti og ert ekki með neina tekjur, að þá ber sveitarfélögin skylda að veita þér framfærslu sem náttúrulega allir vita að dugar ekki fyrir framfærslu því að þetta er ekki nema 2/3 held ég af atvinnuleysisbótum sem sveitarfélögin skaffa. Jú, það var einmitt samþykkt nýlega hjá velferðarráði að skoða hvort það þurfa að gera einhverjar breytingar á reglum fjárhagsaðstoð til framfærslu til að ná þá utan þá einstaklinga sem að mögulega kannski þá eiga ekki rétt eða að koma inn og einhvern veginn þurfa þá á framfærslu á að halda og stuðningi og eins og ég skil þetta þá einhvern veginn var velferðarsviðið þá falið að kanna dálítið bara þessar reglur í samhengi við stöðuna sem núna í samfélaginu. En svo ef við skoðum þessar upphæðir, þá þetta svo gríðarlega lítil fjárhæð, þannig að maður skilur ekki hvernig það ætlast til þess að einhver eigi að framfleyta sér á henni og þá veltir maður jafnvel fyrir sér hvort að í framhaldi að það myndi leiða til þess að upphæðin yrði hækkuð og þó að það yrði náttúrulega jákvætt að hún yrði hækkuð og þá hugsa maður einhvern veginn það þetta sem þarf til þess að þessi upphæð yrði svona sómasamleg einhvern veginn að leið og fjöldi fólk sé komin í þá stöð að missa vinnuna og komin á framfærslu sveitarfélagana að þá einhvern veginn sé meðvitundin orðin svo bara herði já, það fullt af fólki sem bara getur ekkert lifa á 189.000 krónum eftir skatt og vera á leigumarkaði og keypt mat, bara já herði við þurfum að laga þetta, við þurfum að breyta þessu. Þannig að þetta alltaf svona eins og það þessi endalausa myndlíkingum að við séum einhvern veginn saman í þessu og já, ég viðurkenni að ég var bara mjög brjáluð í gær heima hjá mér þegar ég sá einhvern veginn fréttaflutning sem miðar að því að láglaunafólk einhvern veginn að setja sína kröfu á pásu af því að staðan í samfélaginu sé það slæm og maður hugsa þetta nú að vera að koma til móts við fullt af fólki sem að upplifa mjög erfiða tíma skiljanlega og skilaboðin á sama tíma hjá mörgum aðilum einhvern veginn að láglaunafólk og lágtekjuhópar einhvern veginn alltaf að bíða að það sé einhvern veginn ekki rétti tíminn til að sækja það sem að þessir einstaklingar rétt á, sækja það að vera á launum sem að duga út mánuðinn, sækja það að eftir að hafa verið í starfi þar sem þú ert jafnvel bara hætta þinni heilsu í þessum aðstæðum sem nú í samfélaginu að þá einhvern veginn rétt á að fá laun sem að duga út mánuðinn bara fyrir helstu nauðsynjum. Þannig að þetta einhvern veginn svona, maður veltir fyrir sér hvar munum við enda eftir þetta og svona hvaða einstaklingar kannski teljast svona nógu mikilvæg til þess að einhverjar breytingar muni eiga sér stað því að við erum alltaf öll þessi samfélagi jafn mikilvæg en svona þegar að vera að tala kannski að hækka alls konar bætur og eitthvað svoleiðis þá veltir maður fyrir sér af hverju hefur sú umræða ekki átt sér stað
En þú ert að segja að það sé hópur í samfélaginu sem á framfærslu sveitarfélaga og á lægstulaununum sem stjórnvöld og þeir sem fara með völdin í samfélaginu líta svo á að eigi bara ekkert mikið betra skilið, en síðan það fólk sem stjórnvöld geta betur tengt við sem falla niður í þessi kjör, að það sé eiginlega, þá kannski von til þess að stjórnvöld tæki þetta. Við öryrkjar hafa bent á þetta þegar verið að tala að í fyrsta bakkanum með hlutabótaleiðinni, að þá var sagt að það yrði ekki skert laun undir 400.000 krónum, að þá voru öryrkjar sem bentu á það að við erum með 260.000. Og ef stjórnvöld að lýsa því hérna yfir að það sé ekki hægt að lifa af undir 400.000 krónum, hvað höfum við verið í það? Þetta tengist einmitt líka þessari umræðu að ef ég skoða bara í borginni að þá hafa aðgerðir mest snúið að því að koma til móts við einstaklingar sem hafa orðið fyrir tekjutapi, til dæmis út af atvinnumissi, og það er náttúrulega líka mikilvægt að skoða þá einstaklingar sem eru að upplifa þá tekjurýrnun og eru ekki endilega að missa vinnu en eru í þeirri stöðu að tekjur til dæmis frá Tryggingastofnun ríkisins eru ekkert að duga fyrir öllum útgjöldum lengur af því að matarverð fer hækkandi, þú þarft að greiða fyrir fleiri vörur leið og börnin eru heima allan daginn, þú ert að reyna að komast að einhverju skemmtilegri afþreyingu og svoleiðis og svo náttúrulega var það staðreynd að tekjurnar voru ekkert að duga til þess að byrja með, þannig að þetta er einhvern veginn svona staðreynd sem við þurfum líka að vera meðvituð um. En það svo öryrkinn kannski sá sem að verður fyrir tekjutapi fyrir 15 árum og með jafnt lág laun núna og sá sem að tapa tekjum í dag, af hverju á maður að vera að þola að vera kannski með 140 krónum undir það sem almennt talið vera boðlegt af því að maður var fyrir tekjufalli fyrir 15 árum. Nákvæmlega. Kristín, svona atriði verið að ræða þetta í Bretlandi. Þetta náttúrulega það sem við erum að tala hvað ég að segja, fátækra andúð, aporofóbía, það sem að sá sem hjálparþurfi og bjargarlaus, að samfélagið sýnir honum fyrirlitningu og býður honum lífskjör sem að samfélagið telur ekki boðlegt fólki eins og okkur. Já. Þetta svona búið að vera kannski umræða svolítið lengi hérna og þetta COVID-áfall kannski setur í svolítið nýtt samhengi, en það var alltaf hruninu lauk aldrei á Bretlandseyjum. Bankahrunið 2008 í sjálfu sér hafði ekki mikil áhrif, það tók enginn eftir því þannig lagað, en síðan kemur ný ríkisstjórn 2010, samsteypustjórn Íhaldsflokksins og Frjálslyndra demókrata, og þeir ákveða í rauninni að nota alþjóðaefnahagshrunið sem einhvers konar tækifæri til þess að í rauninni skera niður í opinberum rekstri og fara í mjög svona grimmilega umbætur á bótakerfinu. Og þannig að þetta búið að vera viðvarandi barátta síðan og breytingar sem hafa orðið hérna á vinnumarkaði, til dæmis núna þegar þessi COVID-krísa að ganga yfir, kemur öll að ljós að mjög stór hlut af vinnumarkaði í harki. Það að segja störf sem búið að harkvæða, til dæmis flestir atvinnubílstjórar og þessi sendibílstjórar og slíkt, og eru jafnvel ekki bara í harkinu tekjulega séð, heldur hafa jafnvel hluta fjárfest í atvinnutækjum og allt þetta þannig að mjög erfið staða. Þannig að væntingar voru alls ekki háar hvernig fólki myndi reiða af í þessu ástandi, en síðan kannski kemur, þegar þetta dynur kemur ríkisstjórnin svolítið óvart og það var sett í gang hérna kerfi til þess að styðja við fólk sem var í svona harkvinnu, þannig að það fengi tekju uppbætur. Nú bara þori ég ekki að fullyrða hversu vel það hefur heppnast eða hversu vel það hefur gengið hjá því fólki í praxis að nálgast þessar bætur, en það hefur allavega verið svona opinbera línan að það ætti að styðja við þann hóp. Svo talar við harkagerfið og núll samninga sem að
ég held að sé nú ekki eins útbreiddur á Íslandi og eru í Bretlandi og ég hef kannski bara spekið mína frá nýjustu mynd Ken Loach sem að eiginmaðurinn var einmitt sendibílstjóri og þurfti að vinna eiginlega í akkordi og konan, hún var líka í þessu harkakerfi og hún var einmitt í umönnunarstörfum á hjúkrunarheimilum sem að þú varst að tala að hefði núna í koronaveirunum afhjúpast hversu var raunverulega veik þjónusta og ef ég vitna aftur í Ken Loach sem er eiginlega hægt að gera því að rannsóknir hans á bak við handritunum eru bara eins og ritgerðir háskólafólks að þar kom einmitt fram að álagið var svo mikið að þessi heimili þola eiginlega ekki eins og með góða daga, hvað þá eitthvað áfall. Nei, akkurat og þetta mjög erfitt og þetta svona samanburður við froskurinn sem að stekkur hann í pottinn og síðan er hann hægsoðinn hann stekkur ekki út úr hann aftur og þetta náttúrulega búið að vera langvarandi barátta hérna og það náttúrulega þess ber náttúrulega geta almenni launþegar hafa heldur ekki mjög trygga stöðu. Svona þau kannski norm sem að við erum vön á Íslandi þar sem að fólk er mjög fljótlega komið með 3 mánaða uppsagnarfrest og það á ekki við til dæmis sér, það yfirleitt bara eins mánaða uppsagnarfrestur og meiri sé að virðulega stofnanir, til dæmis bara í því umhverfi sem ég er að vinna í háskólaumhverfinu, virðulegir háskólar sem eru í topp 100 á alþjóðavísu, þeir eru með starfsfólk á mjög ótryggum samningum og það svona mikill kurri í þessu fólki, stundakennarar og alls konar fólki stuðningshlutverkum sem er mjög nervust yfir hvernig við spilum þessu ástandi og hvort að það mun leiða til þess að það verði uppsagnir og jafnvel þetta fólk með það litla, það veika lagalega stöðu að það reiknar eðlilega með því að vera fyrst til þess að finna fyrir niðurskurðinum. Ef við veltum þessu upp að hvort þetta sé svona spilling þar sem að réttindi launafólks er að leysast upp annars verið í harkakerfinu og svo hvernig eins og Kristi bendir á sem að opinberar og hálfopinberar stofnanir taka þátt í því og það á raunverulega við Háskóla Íslands líka. Það voru fréttir af því fyrir svona ári síðan á hvaða kjörum og það voru fólki sem var að vinna inn í Hámu og víðar sem voru frá starfsmannaleigum og svo það náttúrulega líka þannig að aðstoðar fólk, prófessora og fólk sem hlutakennarar og stundakennarar og annað slíkt eru með mjög takmörkuð og vond réttindi. Sanna þú vannst aðeins í háskólanum, innan í háskólanum vinnumarkaður sem eiginlega halv undanlegur, svona illa tryggð réttindi fólks og stað á vinnumarkaði. Já, ég var aðstoðarkennari og svona aðstoðarmanneskja þegar ég var að skrifa mastersritgerðina mína og það var mjög skemmtilegt en það endaði ekki í háum útborguðum launum en það endaði mikilli reynslu og þekkingu en já, þannig ég kann núna að skrifa ég get gert heimildaskrá fyrir ykkur ef ykkur vantar en þetta var, já, ekki beint kannski vinna sem færi manni mikið í hlutina og ekki beint að hjálpa þeim sem eru á sækjum frá LÍN. Þú kannski ekki svona atriði sem ég ætlaði endilega að ræða en mér finnst það samt svona því að við verðum aðeins að velta fyrir okkur til hvaða góðra breytinga getur þessi kreppa leitt. Haldið að það verði meiri krafa að fólk hafi réttindi á vinnumarkaði eða verður þetta jafnvel til þess að það muni leysast enn frekar upp. Það sömuleyti sumt af aðgerðum ríkisstjórnarinnar til þess að losa skyldur fyrirtækjanna við starfsfólk. Þannig að það er ekki hægt að segja það í dag að þetta muni leiða til þess að það verði færri í svona harkarkerfinu og með núllsamninga sem bara greitt fyrir laun. Hvað segir þú Ísold, heldur að? Já, mér líður kannski eins og kannski fordómar fyrir gagnvart atvinnuleysi eða fordómar gagnvart þeim sem
eru ekki efri stétt eða efri millistétt eða hvað stétt sem við viljum kalla það verði kannski er eitthvað svona jöfnun mögulega, svona, mér líður þess að það gæti gerst að eins og staðina núna þá getur hver sem orðið atvinnulaus og á meðan þegar þegar túrismin var í sem mestum botni og þegar við einhvern veginn, okkur leiður sem við varum einhvern veginn ósigrandi eins og það að glíma við skort eða verið konar harki að það verið kannski litið niður á það og meðan núna sjáum við einhvern veginn að við erum búin að vera að setja öll þessi egg í einhverja túristakörfu eða hvað það er og sem þú veist, ótryggur business. Þannig að við líður kannski svo verið eitthvað meiri samúð og kannski meiri svona virðing borin fyrir ákveðnum stéttum eins og þeim sem vinna í heilbrigðiskerfinu. Það var á tímabili þótti mjög fínt að yfirgefa hjúkrunarfræðistarfið og fara kannski verða flugfreyja eða eitthvað svoleiðis. Maður heyrði það alveg að það var að því launin voru svo absúrt og sem maður skilur að fólk bara gafst upp og segi ég ætla bara að vera flugfreyja, miklu betur borgað og ég fæ ferðast og gera alls konar. Mér líður eins og núna ímynda í mér að einhverjum gæti fundist þau vera mikilvæg en það alltaf dugir ekki til að einstaklingunum líða þessu mikilvæg. Ríkisvaldið verður að láta þeim líða þannig með því að greiða þeim eins og bara mannsæmandi laun og laun sem endurspegla ábyrgðina sem þau bera. Þannig mér líður svo þetta séu hlutir sem getur gerst. Svo er ég kannski sjálf að upplifa einhvers konar svona nægjusemi, bara einhvern veginn, það er eins og stundum að árið síðan 1980, ég fór á textavarpið daginn og sá, þú veist, 1 flugvél lendir í dag. Það verður allt svo svona fallega einfalt og svona tempóð, hægist, það er svona einhvern veginn, já, það er bara eitthvað svona hægara tempó í samfélaginu og ég kann pínu að meta það. Make Iceland dull again. Pínu þannig og það er bara eitthvað gaman við það að lappa upp í sveit og sjá engan. Maður saknaði þess. En hópurinn sem hún nefnir, hjúkrunarkonan sem hætti á Landspítalanum og fór að fljúga vegna sem hafði meiri laun og kannski þægilegri bara vinnutíma. Hagfræðingurinn sem var næturvörður á hóteli í Rangárssýslu og allt þetta. Þetta er svona hópur sem að maður hefur velt fyrir sig þessum að þetta er heil kynslóð af fólki sem hefur menntað sig og er ekkert samfélagið tók eða ekkert að móti þessari kynslóð. Og að því að fólk er svona ungt og kannski ástfangið og kannski komið nýtt barn og loksins fluttað heiman og laus við helvítis röfliði í pappa og þá er svona margt jákvætt að gerast í lífi þessa fólks og í uppsveiflunni, alltaf nóg að vinna, ef mér leiðist að vinna næturvörður á þessu hóteli, þá fer ég bara að verða gæti í Mývatnssveit eða eitthvað svoleiðis, þannig að nóg að tækifærum. Svo kemur allt í einu hrun og þá er allt í einu atvinnuleysi og þá kemur í ljós hversu veik efnahagsleg staða þessara kynslóðar var. Hún er á jaðri vinnumarkaðarins, hún er á jaðri húsnæðismarkaðarins, hún er með námsmannaskuldina sínar, hún er með háa framfærslum út af börnum og öðru slíku og allt í einu kannski áttar þessi kynslóð sig á að hún er einhver leyti svolítið svikin af samfélaginu. Svona lofurinn það að ef þú stendur þig vel og þú mentar þig vel og ef að þú stendur þína plikta þá muntu njóta góðs lífs, þú heppin að vera að búa hér í Vesturlöndum á Íslandi þar sem er endalaust tækifæri, svo allt í einu gerist að þetta er bara ekkert svona. Kristín, það eru kynslóðir sem hafa lent í þessu í Bandaríkjunum og Bretlandi, kannski frekar heldur en á Íslandi vegna þess að Íslandi kom góðarið og kannski frestaði þessu sjokki sem kom strax eftir efnahagshrunið 2008 til Bretlands og Bandaríkjunum. Algjörlega og það er náttúrulega slegt kannski á Íslandi sem hefur falið þetta ástand, eins og þú segir. Það er svona þessi vinnuveitandi til þrautavara sem lengi var annarkvort að fara á sjóinn eða flytja til Skandinavíu og núna kannski síðustu ár hefur það verið ferðaþjónustan, að það var alltaf verið hægt að taka svona góða törn til þess að vinna úr hlutunum. En það ég finn þetta mikið að þetta er kannski sú kynslóð sem kannski nýbúin að vera í námi og ég finn þetta mikið á þeim nemendum sem eru að koma til okkar í meistaranám og annað, að það er svona ofsalegu kvíði og mér finnst þetta rosalega sorglegt. Fólk sem hefur mikla hæfileika og hefur, kemst inn í góða skóla og það er einhvern veginn
það ekki að blómstra. Það bara fást við þennan kvíða og það bara á þessu hlaupabretti, sko, að reyna einhvern veginn að halda sér á floti og hvað ger ég þegar ég er búinn hér og þá verður nú að borga þetta allt af þessu einhvern veginn. Þetta mér finnst svona mér finnst þessi kynslóð að fengið svona mjög slæm spil efnahagslega, ég held að það sé alveg hægt að segja það. Þú ert að lýsa raunverulega mjög vondri menningu, þar sem að sko æskan ekki með von, líka þar sem að kannski foreldrakynslóðin býr við lakari efnahagsleg kjör heldur en aðrar kynslóðir sem alveg börnin okkar. Þetta það verður bara sorgmætur þegar maður heyrir því stillt þessu sögur. Já, og það eru sko, við vitum ekki hver langtíma áhrifin að þessu verða. Sko, því að þetta náttúrulega alltaf hlutverk nýrrar kynslóðar að endurskapa og komi nýjar hugmyndir og öðra kerfunum sem eru fyrir og þú veist, finna út nýja hluti og vera skapandi. En það einhvern veginn, og vissulega fullt af dæmum það. Þessi kynslóð til dæmis örugglega miklu verri virkar í sko verkalýðspólitík til dæmis heldur en sko 2 kynslóðir á undan og svona já róttæk og tengd og allt þetta sko en líka ofsaleg samleitni og sér til dæmis í tölum bæði frá Bretlandi og Bandaríkjunum að það hefur minnkað rosalega eða það hefur þrengst námsval á síðustu kannski 10 árum og ýmsar greinar sem eiga núna mjög undir högg að sækja, ekki hugvísinda og listagreinar og af því einfaldlega fólk þorir ekki að taka sénsinn á því að útskrifast úr einhverju fagi sem ekki með mjög fína skírskotun á vinnumarkaði. Og þetta höfum við bara aldrei upplifað áður og við vitum ekkert hvað verður úr þessu þegar þeir eru kannski með 30 ára hóp á vinnumarkaði þar sem allir eru með viðskiptafræðipróf. En það enginn sem fór í heimspeki eða enginn sem fór í bókmenntafræði eða enginn sem fór í málfræði. Hvað áhrif hefur það á bara hvernig við hugsum og tölum saman og við bara hreinlega vitum það ekki. Ísól, þú tókst sénsinn að þú fórst að búa til kvikmyndir þannig að ég ekki að spyrja þig persónulega en þessi kynslóð, heldur að þessi kynslóð með eitthvað svona svart í brjóstinu hefur horfið til dökkra framtíðar? Já, mér líður eins og þarna, ég var í Háskóla Íslands 1990 eitthvað og það var strax það mikið, það var einhvern veginn, já, og kannski ég veit ekki hvað það lengi verið, að virðing sé borin fyrir praktískum fögum sem að þú getur útskrifast og heitið eitthvað bla 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 fræðingur og ég man að áttu gamla frænku sem spurði einhvern tímann hvað verður þessu? Eða þú veist, og þá því ég var að læra fag í New York sem heitir Interactive Telecommunications sem var svona listrænt fag þar sem við notum tækni til þess að skapa. Og að þetta var einhvern veginn ekki lögfræðingur eða læknir eitthvað svo titill sem fólk hafði skilið og hann langaði til að setja með einhvern kassa hvað getum við kallað þig og fólk á það til að óttast þetta óþekkta og kannski þarf ákveðna manngerð til þess að fara út í fög þar sem að afkoman ótrygg og hún sannarlega það í skapandi listum eða skapandi greinum en ég kannski ekki að spyrja mig að því að ég höndla kannski ágætlega óvissu, ég get ekki sagt því ég dyrki þetta ástand en fólk misfært að búa við þær aðstæður að vita ekki hvað framtíð skauta sér og og það kannski ekki bara hjá manni sjálfum heldur vissulega samfélagið hannað út frá hugsar launafólk þar sem þú mætir í vinnuna og þú stimplar þinn og það eitthvað rauðurspottur og það eitthvað svona system sem styður við þig og veit hvernig þú mætir, hvernig þú ferð í sumarfrí en við sem eru svona utan kerfis við eru kannski einhver ákveðin manngerð en ég hef verið að hugsa þetta núna með að því að flugfélögin eru horfin og störfin í fluggeirnum eru horfin og ferðaþjónustunni og svona án þess að ætla að gera lítið úr þeirra svona
já, þeir ótta sig kannski, þetta verður einhver ótti sem að grípur sig, þeir veist ekki hvað framtíðin byrskautu sér, en það samt tækifæri til þess að gera eitthvað annað og kannski uppgötu eitthvað nýtt og auðvitað hafa alveg sem í bankahruninu. Bankarnir gátu tekið til sín hæfasta og klárasta fólkið af því þeir gátu boðið þeim einhver bara stjórnlaus laun sem engin annar gat boðið, engin akademísk stofnun. Þannig að það auðvitað pínu tækifæri til þess að fá aftur gott fólk sem að tekið í einhver önnur störf og boðið þeim að mennta sig, að boðið þeim að uppgötu eitthvað sem okkur vantar, hvort sem er vísindum eða listum eða hugvísindum eða hverju sem já, kannski munum við njóta þess, svona, ef við segjum in the long run, að fá aftur gott fólk. Þetta sagði fólk eftir hrunið þegar allir drengirnir og stúlkurnar, minna mæli, kom út úr bönkunum sem bankarnir hefðu sogað til sín og þá sögðu allir, já nú fer þetta fólk bara aftur að gera eitthvað gagnlegra, en hvað fór þetta fólk að gera? Því að nú erum við eiginlega með sama fólki koma á næsta hruni. Já, ég veit ekki hvað varði með þetta fólk, því ég ekki með svona einhverja statistík á bakviða, en mér leið samt eins og það var þarna ákveð tímabil það sem var mjög töff að vera í banka, þótti mjög fínt að eiga verðbréf og eitthvað svona og ég sem veit ekkert verðbréf fór að líða svo ég var eitthvað að mér að ég kynni ekki verðbréf og þú veist, einhver listahippi fer að googla hvernig á að kaupa verðbréf, þú veist, þetta fyrir skrítið og ég fer að eyða peningum sem eitthvað sem maður kann ekkert á, svona það kannski ekki alveg málið, en vonandi fór eitthvað á þessu fólki, kannski til rannsókn það, kannski fór eitthvað á þessu fólki og skapaði eitthvað, ég veit það ekki, ég hef ekki þessar tölur, en ég bara einhvern veginn í eðli mín einhver mikil bjartsýnismanneskja og held alltaf, og sem gera það verkum, ég kem ofta seint og gera alls konar hluti af því ég held alltaf að mér muni takast eitthvað, en það eina sem maður getur gert að vona að fólk fá einhverja stund til þess að staldra við og endurhugsa líf sitt og endurhugsa eitthvað gildismat og að ríkisstjórnin gera það sama, að bara setja ekki öll eggina, við nennum við að vera Benidorm, nennum við að vera Tenerife, þar sem við erum bara þjónustu hagkerfi, að okkar nýju stærsta atvinnugreinin okkar sem var einu svona fiskur, við áttum ekki að hvort það sé fiskur í dag eða var ferðarþjónusta, en allavega að við séum bara að segja einhverjum rútum fullum af útlendingum frá einhverjum fjöllum, jú, það er gott að blessa einhver tíma, en tíma okkar vel varið þannig, eða viljum við ekki gera eitthvað meira heldur en bara að þjónusta. Já, selja líkið á ömmu sinni, James Joyce sagði þetta Rómverja, þeir væru að selja líkið á ömmu sinni, af því þeir voru alltaf að ganga á milli og benda á svona einhverja rústir og fleira, þannig að þeir væru bara þetta var dáin menning og þeir væru bara að selja líkið á ömmu sinni. Og talandi svona dána menningu, af því að þið fóruð að tala svona myrka þegar við séum með æsku sem að sér ekki langt fram í tíman. Ég ætla svona 2007 þá var ég svolítið mikið út í Vestur-Afríku og þar klæðir fólk sig í litrík föt og ætla að biðja Kristín að hósta aðeins þannig að sjá við skiptunars. Já. Það er gaman að sjá fólk sem að klæði sig í liti, að svona voru allir klæddir í Vestur-Afríku. Svo flugum við heim og eina flugið var til Parísar og þá settust við oft á kaffi og svo horfðum yfir fólki sem gekk framjá og það var allt svartklætt. Bara öll Vestur-Evrópa bara svartklætt. Svo kom það til Íslands og þá var að byggja hús í hruninu og þau voru öll koksgrá, svört, svona svipað og veggirnir sem eru inn í Hörpu sem eru bara hamra veggir og gráir. Og maður velti fyrir sér rosalega dauða menning þetta sem við lifum og þessi formáli til þess að spyrja ykkur. Af því að við þekkjum það í sögunni að stundum verða áföll til þess að samfélög geta breytt sér og gert góða hluti. Það kórelufaraldurinn á 19. öld var til þess að það var betri vatnsveitur og betri aðbúnaður í fátækrahverfum vegna þess að fólk átta sig á því að óþrifnaðurinn var að drepa fólk. Og við lærðum eitthvað af seinni heimsstyrjöldinni og þeim óþverra og það var svolítið kveikjan og drifmótur sem að keyrði áfram mannréttindabaráttu áratugina eftir. Og þá kemur spurningin. Getur verið að við séum góð menning sem að getur búið til góða hluti út úr þessum áföllum eða eru við kannski
svona hálf dáin menningu og það geti vel verið að við fengjum eitthvað miklu verra út úr þessu. Ég vona að það leiði til þess að við svona einhvern veginn hættum að vera alltaf í svona svaka samkeppni. Manni finnst einhvern veginn eins og stundum snúist lífið að vera einhvern veginn bara svona vinnuvélar. Það einhvern veginn svona að maður hittir fólk og það bara svona já, herðu, og hvað ertu að gera núna? Þá kynnir maður sig með vinnutitlinum sko. Og mér finnst alveg hræðilegt að vera viðurkenna þetta sem sósíalisti en ég er alltaf að tala sko, svo ég tala eins á persónulegu nótunum, hvað ég þurfi að svona, eins og ég kalla þetta, af ný frjálshyggju væða sjálfa mig, ég bara býti nýtt orð, að því ég alltaf sko að keppast við sjálfa mig einhvern veginn að vera betri sko, þannig ég get ekki eins og fara út að hlaupa bara til að njóta þess, ég þarf alltaf að hlaupa hraðar og nú ég rosa ánægð bara að ég náði 3 kílómetrum á 18 mínútum og 10 sekúndum og svo ég með rosa samviskupið að ég vinni ekki sko í kringum 200 tíma því ég ekki nógu dugleg og þú veist, maður einhvern veginn með app í símanum sem fylgist með vinnutímanum og ég tel ekki stundirnar þegar ég fæ mér hádegismat því þá ég sko ekki að vinna þannig ég orðin stundum bara herði hvað ég, slaka aðeins á og þannig ég vona að þetta leiði einhvern til þess sko að því við höfum heyrt að núna séu fleiri kannski heima sem alltaf mjög slæmt og maður finnur til með þeim sem að hafa mist starfið sitt og störfin sín. En í þeirri umræðu þá hefur maður líka heyrt frá öryrkjum og að margir séu kannski núna að upplifa svona eitthvað í líkingu við það sem að öryrkjar upplifa dagsdaglega að vera ekki endilega að stempla sig inn, að stempla sig út. En framlag okkar til samfélagsins snýst ekkert endilega það hversu mörgum tímum þú skilur. Þú veist, þetta snýst það hvað þú leggur til samfélagsins og það getur verið ýmislegt. Það getur verið í formi svo margra þátta og þannig ég vona einhvern veginn að við náum bara svona aðeins að svona slaka á og hætta að vera einhvern veginn alltaf að milljón og sjá að það eru alls konar þættir sem að byggja upp einhvern veginn kjarna samfélagsins. Það ekkert endilega bara þessi endalausa vinnuframleiðni sem einhvern veginn mælt. Það bara svona að reynum að njóta og við fáum tækifæri þá til þess að virka það besta í öllum. Ekki veit ég hvernig við náum því, en það eitthvað sem ég vona að við náum út úr þessu. Ég veist að margir kannast við þessa lýsingu að vera svona einhverju tannhjóli og vera orðin sjálfsvipan, vera sjálfur orðin vexturinn sem rekur mann áfram, að vera besta útgáfan af sjálfum sér. Þetta svona manngildis hugmynd nýfrjálshyggjuáranna. Kristín, heldur að það kvikindi sé loksins dautt og jarðað? Ég held að við höfum oft haldið að það andað sé komið. Ég þori ekki alveg að skrifa undir það ennþá. En það sem ég finnst hafa komið svolítið út úr þessu áfalli að við höfum kannski rofið svolítið bannhelgina á því sem ekki hægt. Eins og til dæmis nú hafa ríkisstjórnir á öllum Vesturlöndum þurft allt í einu að setja rosalega mikið peningum í að bara halda hlutunum gangandi. Og þá ekkert spurt halla á fjárlögum og allt þetta sem búið að vera að berja á fólki með síðustu 10 árin. Og á minni skala í minni stofnun með 600 ára gamall háskóli sem gengst upp í því að vera gamaldags að við vorum allt í einu farin að kenna á netinu og það gerðist bara á einni helgi og þá allt í einu finnum við líka fyrir því hvað allt mikið auðveldara þegar sko margir einstaklingar að vinna við sama viðfangsefni á sama tíma. Og það verður þetta smitt á milli og hugmyndir í gangi og maður getur lært af öðrum og maður þarf ekki að finna út úr öllu sjálfur. Þannig að ég held að víða og maður sér mörg dæmi úr heilbrigðiskerfinu þar sem fólk hefur gert alveg ótrúlega hluti, improvisera lausnir, fundið út úr hlutunum. Þannig að ég held þetta ekki hægt, þetta allt of dýrt. Þessi tabú, ég held að þau verði ekki sterk eftir þessa reynslu. Það kemur eitt sem að gerist hérna á Íslandi, það kemur í ljós sköpunarkraftur hins opinbera, til dæmis í Landspítalanum sem að náttúrulega þurfti að fjölga bráðadeildunum sínum því að það var komið langt niður fyrir hættu ástand bara í venjulegu árferði. Þetta verið komið niður í 12 rúm á Íslandi. En þau bjuggu til á
örskömmum tíma sem að kallaði göngudeild COVID, sem að var raunverulega símaþjónusta, þar sem að fólki var í heimahúsi og þeir gátu sinnt 1000 sjúklingum með þessum hætti. Og þetta var eitthvað fyrirbrigði sem var ekki til, en fólk horfi núna á og segir, heyrðu, við getum örgulega nota þetta bara við marga sjúkdóma. Þannig að það líka sem að gerist svolítið að sko sköpunarkrafturinn ekki bara hjá einhverjum strákum í Wall Street sem að við höfum dýrkað og trúað að færi okkur tæknina og framtíðina. Að sömuleyti trúðu við að Steve Jobs myndi færa okkur framtíðina sem að kannski sósíalistar heldur fram kannski 1950 og þeir geti fært okkur framtíðina. Þannig að það er líka margt svona sem að að breytast núna. Það sköpunarkrafturinn birtist á ólíklegustu stöðum, eða það sem að við vorum ekki vön að búast við. Já, svo neyðin kennir einmitt naktri kona að spinna og ég hef hugsað oft það bara með sjúkrastofnanir hvað mér hefur fundist það svolítið svona eftir á í þessari tæknivæðingu, þú veist það allt komið á netið, það að gera alls konar en mér var spítalinn verið svolítið svona, já, svolítið eftir á einhvern veginn og ég svona, þegar ég fyrir til læknist að langa með þess að fá öll gögn helst til mín, ég vil geta greint blóðprufur og bara vil helst liggja yfir þessu sjálf, þannig að ég bara hlakka til þess að allt sé einhvern veginn bara í símanum mínum og geti flett þessu upp og það hlýtur þá að minnka einmitt álagið á stofnuninni. En jú, ég svo sem fengið að heyra það að stundum ekki óskað eftir því að sjúklingar sér að lækna sig sjálfur þú sjúkdómsgreina sig upp á eigin spýtur en það hlýtur að vera til einhverjum millivegur að fá upplýsingarnar, hafa það aðgengilegar alltaf án þess að maður sé að reyna að taka við starfi viðkomandi sérfræðings. Þannig að ég langar að spyrja aðeins pólitík sem að þú vísaði svolítið í, sem voru svona breytingar í því hvað ríki geti mögulega gert og sem hafa verið. Og það í Bretlandi eru svona svolítið sérstök breyting, vegna þess að við höfum íhaldsflokkinn sem að breyta sér og náði kosningarárangri í svona riðbeltinu, gömlu vígi verkamannaflokksins og sem að virðist sem að Boris Johnson ætli að halda með því að koma inn í þessi svæði með ríkisstuðning og með einhverjum svona aðgerðum sem að eru kannski svona klassískar 20. aldar sósíaldemókratískar afleiðingar. Á sama tíma og verkamannaflokkurinn bara í svona einhverju upplausn og veit ekki hvað hann ætlar að verða. Við gætum líka séð svona breytingar í pólitíkinni þar sem að svona breytingin á peningamálastefnunum og ríkisfjármála hugmyndum færir hægri flokkunum tækifæri til þess að koma með svona, verða kannski svo sjálfstæðisflokkurinn var 1960 að taka svona hluta til svona félagslegar aðgerðir gegn því að fá að halda sko fjármálakerfinu óbreytt. Og þetta var náttúrulega kannski lengi svona söguleg málamiðlun innan hægrisins á eftirstríðsárunum og náttúrulega eins og Harold Macmillan þegar hann var forsætisráðherra Bretlands þá sló hann öll met í byggingum og félagslegu húsnæði og setti mikinn metnað í það sko en hann var kannski ekki vinsæll meðal íhaldsmanna en hann var umborinn af því að þetta var pólitík sem að þeir þurftu að beita þessari pólitík á þessum tíma til þess að almenningur samþykktu þá. Þannig að það einhver svona pæling í gangi virðist vera núna, að þeir svona sjá það að það þarf að gefa eitthvað á móti. Það náttúrulega, margir hafa talað það að hægri hafi beitt menningapólitík síðust 30-40 árin og þetta hefur rakið til Nixon. Hann kveikt allt í einu á því að hann kallaði þetta mennina með hjálmana mennina sem unnu í byggingarinnanum og svo framvegis sem að óttuðust alla hippana og allt frjálslindið og allt þetta sko og hann gat fengið þeirra stuðning en þurfti ekki að gefa neitt efnislegt í staðinn, hann gat bara svona klappaði með á bakið og sagt þið standið ykkur vel, það gott hjá ykkur að setja eins ofan yfir alla þessa hippa og alla þessa kellingar. Þannig að, og síðan hefur þetta náttúrulega magnast upp og Trump vantanlega einhver svona hápunktur í þessari þróun og það bara nýtt eitthvað svona haturstweet á hverjum degi en sko, það er erfitt að taka þetta eitthvað lengra, þeir eru búin að gefa allt mögulegt út sko, það kynþáttahyggja og það allt í boði sko, fyrir atkvæði. Þannig að
kannski einhver þráður núna í hægrinu sem farin að hugsa, kannski þurfa að fara að gefa eitthvað efnislegt á móti atkvæðanna. Þá spurning, ná þeir að halda því kosningabandalagi saman eða opnast einhver klofningur í hægrinu þar sem að þessi svona hörðu frjálshyggjumenn sem vilja hafa allt út af fyrir sig og til þess að geta stassað í skattaskjól, sko, að þeir haldi sínu striki. En það var náttúrulega kannski hugmyndin á bak við Brexit, sko. Þeir ætluðu að fá allt út úr því ef að það gengur alltaf eftir, að þá í rauninni geta þeir í staðinn fyrir að vera vesenast með þessi skattaskjól á einhverjum eyjum, að þá geta þeir bara breytt Bretlandi í þau fullkomna skattaskjól. Og skattaskjólið heim. Skattaskjól sem meðlimur í NATO, með kjarnorkuvopn, það ekkert hægt að setja ofan í við þetta skattaskjól. Þannig að fyrir þau býtti það nú ekki mjög dýrt, sko, að þurfa eitthvað aðeins að bjóða upp á einhvern svona smá stuðning fyrir almenning. Sanna, sér þú breytingar í pólitíkinni hérna heima af svona grundvallarbreytingu sem eru að verða í hugmyndum ríkisfjármál og peningamálastefnu og öðru slíku, eða við bara, kemur þetta eftir 5 ár til okkar? Mér finnst ekki sjá breytingu, sko. Mér finnst einhvern veginn vera stefnan sett á það að komast á sama stað og við vorum fyrir tíma COVID. Þannig finnst mér einhvern veginn málin liggja, en ég meina, mér finnst að við þurfum einhvern veginn að laga allt það sem þurft að laga til þess að við fáum það samfélag sem að hentar öllum þegar við komum síðan út úr þessu. Við þurfum að laga sprungurnar og mér finnst það einhvern veginn ekki, eins og maður hefur verið að sjá, sko, svo mikið umræðin einhvern veginn, við getum ekki fara aftur í eðlilegt, því að eðlilegt var, hvað er verið að segja, krísuástand, eða eðlilegt var hræðilegt. Þú veist, það sem eðlilegt fyrir sumum byggir einmitt á arðaráni láglaunakvenna, þú veist, til þess að einhver sé ríkur, þá þarf hann að vera að hagnast á því að einhver annar sé fátækur, eitthvað svoleiðis. Þannig að mér finnst þetta dálítið svona að bjóða upp á tilefni til þess að við endur skipuleggjum samfélagið, og við höfum náttúrulega að gera það fyrir löngu og við ættum ekki að þurfa heimsfaraldur til þess einhvern veginn að segja, sko, já, vá, það er svo mikið vandamálum í gangi að við þurfum að laga hitt og þetta allir eru svo sýnilegt hvað það eru margir sem að hafa það bara greiðlega slæmt. En mér finnst einhvern veginn, sko, að við þurfum að tryggja að þegar við komum út úr þessu saman, að þá raunverulega komum við út úr þessu saman, að við séum ekki ennþá að skilja alla eftir sem að við skildum eftir til þess að byrja með. Og ég get ekki séð hjá stjórnvöldum að það sé einhverju vilji eitthvað til þess að taka utan þá hópa sem að þau hafa skilið eftir frá upphafi. Ég svolítið, ég má enda á þér að fara aftur í eitthvað sem normalt, það ekki endilega það sem að hentar öllum, en að fara aftur í normalt þannig að þú færir að búa til bíómyndir, það eftir svona verðt. Myndu koma með bíómynd út úr þessu kreppunni? Já, það kemur allavega handrit út úr þessari kreppu, en ég tek undir það sem að Sanna var að segja, að ég vona að þegar við komum út úr þessu þá sé bara einhvern gildismatið öðruvísi, og það sem ég hef hugsað svolítið og tekið eftir er að nú þegar þessi heimsfaraldur ríður yfir, þá virðast vera svo miklu peningar í boði til þess að laga, til að redda, til að græja og gera fyrir þá sem að eigum sárt að binda, þegar þeir sem eigum sárt að binda eru millistétt eða efri millistétt. Ég fannst það svo áhugavert að sjá hvað var snögglega hægt að bjarga og finna til einhverja peninga. Þannig að ég vona bara mjög innilega að ég komi út úr þessu með handrit sem ég sátt við, og að samfélagið verði bara réttlátara og allir sjáu það að það er eina leiðin til þess að halda áfram, að allir séu jafnari heldur en áður. Að samúðin fari ekki bara til betursettu, og jafnvel samúðin í samfélaginu náttúrulega í gegnum tíðina hefur oft bara farið til kúgarans og ofbeldismannsins. Samfélagi hefur samúð með ofbeldismanninum en ekki einum sem beittur ofbeldinu og kúunni. Já, nákvæmlega, það er
Það ykkur undarleg árátta. Herðu, ég þakka ykkur kærlega fyrir að taka þátt í þessu spjalli með mér og vona að þið hafi haft gaman að þessu. Hlustendur þakka ég líka fyrir að fylgjast með þessu. Við munum halda áfram að sitja hérna við rauða borðið og draga hingað til ýmiss konar fólk og velta fyrir okkur hvernig tíma við erum að lifa og hvað þarf að gera til þess að við fáum betra samfélag út úr þessu. Besta samfélagið sem við getum búið til. En á morgun þá er 1. maí og það er baráttudagur verkalýðsins og þá kemur hingað við rauða borðið til mín Drífa Snædal sem forseti Alþýðusambandsins og við ætlum að ræða hlutverk Alþýðusambandsins í því að byggja upp betri heim. Við sjáumst á morgun klukkan 8 á sama tíma og svo alla virka daga meðan að þetta ástand varir. Takk fyrir í kvöld. Takk fyrir mig.